Kæri safnur, við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Helgu Þórunni Kristínu Sigurgeirsdóttur. Við syrgjum ljúfa og hlýja konu sem var annt fjölskyldu sína. Ég votta ykkur öllum samúð mína, en þó sérstaklega fjölskyldunni sem nú syrgir kæran ástvin. Ég bið þessa orð frelsarans, ég er uppreisinn á lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Megi vera ykkur öllum huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa stund á signing og bæn. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprissu og eilíft líf. Lát oss vera minnum þess að þú telur daga vora, svo við erum með öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þeim blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin
og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn. Já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Svo ritar postulinn. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen.
Rísum á fætur. Og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmisl til að fara á smyrjan. Og mjög árlæginn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnunum. En þegar það líti upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því að leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn, þar sem þið lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Kæru vinir, í dag kveðjum við Helgu Þórunni Kristínu Sigurgeirsdóttur. Hún hefur nú snúið aftur til skapara síns
þangað sem við öll munum snúa þegar okkar tími kemur. Hluti af sorgarferlinu sem fylgir dauða ástvinar er falið í að rifja upp og minnast. Það getur tekið á. En góðar minningar eru það sem best getur veitt huggun í sorginni. Við sem erum hér í Ísafjarðarkirkju í dag, ættingjar og vinir Helgu, erum komin saman til þess að syrgja og kveðja, en einnig til að minnast og gleðjast yfir því sem Helga gaf okkur í lífi sínu. Verum þakklát fyrir náðargjafir Guðs. Helga var borin og barnfæddur Ísfirðingur. Hún fæddist hér á Ísafirði 18. febrúar 1940. Foreldrar hennar voru hjónin Sigurgeir Bjarni Halldórsson og Sveinsína Björg Guðmundsdóttir. Helga var 7. systkinið í 11 barna hópi þeirra hjóna. Eldri en Helga eru Hafsteinn sem er látin, Ingibjörg sem er látin, Sigrún sem er látin, Sæunn og Garðar sem er látin. Yngri en Helga eru Halldór, Margrét, Lilja, Hafþór sem er látin og Sveinsína. Uppeldissystir Helgu er Pálína og bróðir hennar samfeðra var Hörður Bergmann sem er látin. Helga fæddist í Króknum og ólst upp til 10 ára aldurs í húsi sem nú er búið að rífa og kallaðist Dagheimilið. Þá fluttist þessi stóra fjölskylda að Túngötu. Í hús sem dró nafnið af fótboltavellinum við hliðina á og var kallað Vallarborg. Í því húsi bjuggu margar fjölskyldur og þar bjó fjölskylda Helgu samtals 13 manns í 3 herbergjum. Þó húsakynnin hafi verið þröng og ekkert heitt vatn hafi verið í húsinu til að byrja með, fór vel alla. En lítið eldhúsi rúmaði ekki alla fjölskyldun í einu, svo það gilti að vera fljót að borða, svo næsti umgangur kæmi í stað við matarborðið. Helga átti sér draum að vinna á sjúkrahúsinu og sá draumur rættist þegar hún var 15 ára gömul og fékk sumarstarf í eldhúsinu, en hún var þá of ung til þess að vinna inn á deild. Árið seinna fékk hún síðan að umgangast sjúklingana og fékk þá að þurrka af og skúra inni á sjúklingunum, laga kaffi og slíkt. Sumarið þar á eftir fékk hún svo að hugsa meir sjúklingana. Þá var Helga á 18. ári og fékk hvatningu frá hjúkrunarkonu á sjúkrahúsinu til að fara suður í hjúkrunarskólann. Helgu langaði til þess að fara, en var svolítið feimin við þá hugmynd fyrst. Það var þó úr að hún hélt suður til náms og var þar með eina úr systkinahópi sínum sem fékk tækifæri til að ganga menntaveginn. Á meðan Helga var í hjúkrunarskólanum bjó hún á heimavist í húsnæði skólans við Eiríksgötu ásamt stúlkum víðsvegar af landinu. Helgu þótti gaman að vera á vistinni, enda mikið líf og fjör. Árið 1962 útskrifaðist Helga úr hjúkrunarskólanum. Þá ætlaði hann að fara til Danmerkur að vinna og bæta við sig námi, en hitti þá yfir hjúkrunarkonuna á sjúkrahúsinu á Ísafirði sem bauð henni að koma vestur og vinna hjá sér. Helga ákvað að slá til og vera fyrir vestan í 1 ár. Það eina ár átti síðan eftir að vera það sem eftir lifði ævinnar. Eftir heimkomuna vestur kynntist Helga tilvonandi eiginmanni sínum, Jörundi Sigurgeiri Sigtryggssyni, Jörra. Foreldrar Jörra voru Sigtryggur Kristmundur Jörundsson og Hjálmfríður Sigurást Guðmundsdóttir. Helga og Jörri gengu í hjónaband 28. nóvember 1964.
Þau hófu sinn búskap í Smiðjugötu 7 og bjuggu þar alla tíð upp frá því. Dætur Helgu og Jörra eru 4. Elst er Eygló Harðardóttir, fædd 1961, sem Jörri gekk í föðurstað. Eiginmaður Eyglóar er Runólfur Pétursson og börn þeirra eru Pétur, hans kona er Eva Björk Ómarsdóttir og synir þeirra eru Viktor Andri, Daniel Darri og Ólífer Atli. Silja, hennar maður er Andri Helgason. Börn þeirra eru Ísabella Rán, Elisabeth Ír og Mattías Pétur. Næst elst er Sigríður Hrönn, fædd 1963. Hennar maður er Hálfdán Óskarsson og börn þeirra eru Óskar Örn, hans kona er Halla Ólafsdóttir, dætur þeirra eru Áróra og Kría Sigríður. Arna María, hennar maður er Ármann Þór Gunnarsson, dóttir þeirra er Kamilla Rós og fyrir á Arna María synina Trausta og Atla Frey. Hildur, hennar maður er Ásgeir Orri Ásgeirsson. Haukur Jörundur, hans kona er Hjördís Ósk Gísladóttir. Sonur Hauks er Kristófer Elí og dóttir Hjördísar er Díana Rún. Þriðja í systkinaröðinni Linda, fædd 1967. Börn hennar eru Heiða Dögg, hennar maður er Björgvin Helgi Brynjarsson og börn þeirra eru Guðmundur og Lára Björg. Helga Kristín, synir hennar eru Róbert Aron, Rúnar Emil og Sæþór Ingi. Hjörtur Atli, hans kona er Ásdís Ólafsdóttir, dóttir þeirra er Emilía Björk, fyrir á Hjörtur soninn Birkir Leó. Axel Örn, hans kona er Berglind Ír Benediktsdóttir. Bjarki Freyr, hans kona er Díana Rós Breckmann. Sandra Dís, hennar maður er Nathaniel Demisev. Yngstdætra Helgu og Jörra er Marta, fædd 1969. Hennar maður er Jón Arnar Hauksson. Börn Mörtu eru Anita Björg. Hennar börn eru Amalía Tía og Ólífer Örn. Andri Örn, kona hans er Sandra Dögg Birkisdóttir. Helga naut þess að eiga samverustundi með fjölskyldunni og hafði sérstaklega gaman að því að hringja í dætur sínar og systkini til þess að spjalla og fylgjast með því hvernig gengi hjá öllum. Helga sinnti Fríðu og Tryggva tengdaforeldrum sínum vel á meðan þau lifðu. Hún fylgdist alla tíð vel með stórum afkomandahópi sínum og var stolt af sístækkandi hópnum. Hún var dugleg að prjóna á hópinn sinn, enda mikil prjónakona, og gaf börnum og barnabörnum gjarnan peysur, sokka og vettlinga sem hún hafði prjónað. Helga var dætrum sínum yndisleg móðir og þær minnast hennar af mikilli hlýju. Helga var vinnusöm og dæturnar minnast þess að það gat verið hringt á öllum tímum sólarhringsins og þá þaut Helga á sjúkrahúsið, enda oft mannslíf í húfi og hver mínúta gat skipt máli. Helgu fannst ekki erfitt að samrýma fjölskyldulífi vaktavinnun og sjúkrahúsinu, þó að Jörri hafi lengst af starfað sem sjómaður og verið töluvert frá heimilinu. Helga naut stuðnings móður sinnar meðan hún var að vinna og þangað gátu stelpurnar alltaf leitað og fannst gott að koma til ömmu sinnar. Þrátt fyrir mikla vinnu og barnauppeldi fundu Helga og Jörundur tíma til að gera ýmislegt saman. Þeim þótti til dæmis gaman að fara í tjaldútilegur vítt og breitt landið, bæði með dæturnar og seinna 2 saman. Þau höfðu ánægju af því að fara saman í golf og njóta samveru og útivistar. Þau fóru einnig saman til útlanda, til dæmis til Danmerkur til að heimsækja Sirri meðan hún bjó þar. Helga starfaði alla sína starfsævi við hjúkrun á sjúkrahúsinu hér á Ísafirði
og eftir að nýja sjúkrahúsi var tekið í notkun var Helga deildarstjóri á skurð- og slysadeild. Vegna starfs síns kom Helga að umönnun og aðhlynningu margra sem lentu í alvarlegum slysum og í viðtali við Bæjarins Besta árið 2011 sagði hún erfiðasta hluta starfsins hafa verið þegar börn slösuðust eða dóu. Helga tók þeim erfiðleikum sem fylgdu starfinu af æðruleysi. Það sama má reyndar segja allt líf Helgu. Hún tók því sem að höndum bar. Hjúkrunin átti allan hug Helgu og hún sagðist aldrei hafa hugsað annan starfsferil. Á sjúkrahúsinu hér á Ísafirði var hún eins og heima hjá sér og átti gott samstarf við vinnufélaga sína. Einn af nánustu samstarfsmönnum Helgu var Þorsteinn Jóhannesson yfirlæknir. Þegar hann kom til starfa við sjúkrahúsið haustið 1990 tók strax með þeim Helgu mikill og góður vinskapur sem aldrei bar skugga á. Gagnkvæm virðing og traust einkenndu samstarf þeirra alla tíð, enda unnu þau mjög vel saman. Vinátta og ræktarsemi Þorsteins og Margrétar konu hans í garð Helgu dætrum hennar ákaflega dýrmætt og þakkaði fyrir áralanga tryggð og vináttu þeirra. Helga starfaði á fjórðungssjúkrahúsinu í Ísafirði, seinna Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í samtals 55 ár, eða allt þar til hún lét af störfum vegna aldurs árið 2010. Eftir að starfsævinni lauk varði Helga tíma sínum meira í ýmis félagsstörf og samveru við fjölskyldu. Hún var meðlimur Sunnukórsins frá 1996 og í Sontaklúbbnum Fjörgin frá því hann var stofnaður hér sama ár. Helga var virk í Sjálfstæðiskvennafélagi Ísafjarðar og var á framboðslista Sjálfstæðisflokksins til bæjarstjórnarkosninga árið 1996. Helga hafði mikinn áhuga á íþróttum og fylgdist vel með eða voru einhver meistaramót í sjónvarpinu og var hún með aðgang að flestum ef ekki öllum íþróttarásunum. Helga hafði yndi af því að hlusta á hljóðbækur og var Guðrún frá Lundi í mestu uppáhaldi. Jörri lést árið 2005, en þau Helga höfðu þá verið í hjónabandi í rúm 40 ár. Jörri hafði þá verið veikur skeið, en hann hafði átt við alkohólisma árum saman. Þau Helga gerðu samt það besta úr því sem hægt var. Fráfall Jörra var Helgu þungbært. Hún bjó áfram í Smiðjugötunni í 18 ár, en eftir hún datt heima hjá sér aðfaranótt 17. júní á síðasta ári og mjaðmabrotnaði, gat hún ekki lengur búið ein án aðstoðar. Helga fluttist á Eyri 30. ágúst á síðasta ári. Þar fann hún fyrir öryggi og naut góðrar umönnunar. Systur hennar, Lilja, Palla og Sína, komu á hverju kvöldi að heimsækja hana og héldu svokallaða skvísufundi. Þær systur fá kærar þakkir fyrir ræktarsemina frá dætrum Helgu og aðstandendur Helgu vilja koma á framfæri þakklæti til starfsfólks á Eyri fyrir umönnun við Helgu sem hefur einkennst af hlýju og alúð. Helga lést á Eyri í faðmi fjölskyldunar 2. september síðastliðinn. Blessuð sé minning hennar. Helga er horfin á braut og hún hvílir nú í hendi Guðs. Við sem eftir lifum kveðjum glaðlynda og hjartagóða konu sem að tók því sem að höndum bar á æðruleysi. Hlúði af fjölskyldu sinni og vinum og vann störf sín af dugnaði og heilindum. Minningarnar góða, duglega og hjálpsama konu munu lifa í hjörtum okkar
þar til að endurfundunum kemur í Guðs ríki. Þegar athöfninni lýkur hér í kirkjunni verður helga lögð til hinstu hvílu í Réttarholtskirkjugarði við hlið jörða. Aðstandendur þakka öllum samúð og vinarhug og bjóða okkur öllum að þiggja veitingar í Oddfellósalnum að athöfn lokinni. Að lokum flyt ég fjölskyldu Helgu kveðjur sem hafa borist. Halldór, bróðir Helgu, og Guðbjörg dóttir hans og hennar fjölskylda senda innilega samúðarkveðjur og hugur þeirra er hjá fjölskyldunni. Bernharð, systursonur Helgu, og fjölskylda hans senda hinstu kveðju með þökk fyrir alla hlýjuna, gleðina og brosið sem fylgdi Helgu. Systursynir Helgu, Halldór Sverrisson og Hafsteinn Sverrisson og hans fjölskylda biðja fyrir kveðju til fjölskyldu Helgu og þakka frænku sinni samfylgdina. Frændur Helgu, feðgarnir Ingi Guðmundsson, Almar og Fannar Ingasynir senda fjölskyldu Helgu kærar kveðjur. Óttar Gunnarsson, frændi Helgu, sendir kærar kveðjur. Kærar kveðjur frá Silfurgötu fjölskyldunni, þeim Öldu og Bygga, Önnu, Fríðu, Guðbjörgu Skúladóttur, Hreiðari og Salome. Þórana og fjölskylda eru erlendis en skila kærri kveðju. Þórana þakkar innilega fyrir alla góðu stundirnar, ekki síst úr Smiðjugötunni sem barn. Elmar Geir og fjölskylda skila hlýjum kveðjum til aðstandenda Helgu. Elmar Geir á margar góðar og hlýjar minningar Helgu í gegnum árin. Að lokum vil ég biðja almáttugan Guð að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Helgu í sorg sinni. Honum sé heiður og dýrð aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum. Amen. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Helgu Sigurgeirsdóttur, systur vorri sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
Allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sefur þú, sefur í
Rísum á fætur. Lofaði sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisun og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Rísum á fætur og tökum út blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.